Komið sæl, það komið að fréttum. Borgarstjórinn í Mosfellsbæ, Pavlev Kladno, ósáttur við að ný leið fyrir hraðlestin á milli Reykjavíkur og Nesjavalla skerði væntanlegt byggingasvæði Mosfellinga á Miðdalsheiði, en hraðlestin ein af forsendum þess að ráðist verði í gerð eins stærsta vatnagarðar Norður-Evrópu sem tengjast mun heilsuræktar- og meðferðarhótelinu Lake City. Uppbyggingin á Nesjavallarsvæðinu hefur verið með ólíkindum á síðustu árum. Ekki einast í smíðum nálega 2000 bústaða sumarleyfisþorp, heldur hafa samningar náðst við ungverska einkaaðila byggingu og rekstur eins stærsta heilsuræktar- og meðferðarhótels Evrópu í Hagavíkurhrauni á milli Nesjavalla og Þingvallavatns, sem á að geta sinnt alltaf 2000 gestum í fyrsta áfanga. Og enn skal fjárfest því á teikniborðinu einn stærsti vatnagarður Evrópu sem rekinn verður samhliða hótelinu, en garðurinn mun nýta affallsvatn úr Nesjavallavirkjun. Búið að taka frá svæði á svokölluðum Hagavíkurvöllum fyrir garðinn og segir Karl Friðriksson, verkefnastjóri Lake City, að hér verði á ferðinu eitthvert sérstæðasta heilsuræktar- og meðferðarsvæði í heimi. Þetta konsept má rekja til þess að það var stofnað til klasa á sviði sköpunar, aðfræðingar og tæknimála sem var öflugt samstarf margra ólíka aðila og sem hefur gert það að verkum. Við getum myndað þetta konsept sem alveg einstakt í heiminum, þar sem við beislum saman aðfræðingu, sköpun, allt sem tilheyrir lýðheilsu og hugheilsu og mótum hana sem ég myndi segja væri bara einstakt í sinni veröld. Eftir jarðhræringarnar á Reykjanesi fyrir 2 árum sem sett hafa rekstur Bláa lónsins í uppnám, ekki úr vegi að spyrja hvort stofnendur vatnagarðsins á Nesjavöllum séu ekki að taka ótæpilega áhættu, náttúran sjálf geti sett svart strik í reikningin. Nei, í dag erum við að nota allt aðra aðferðir við gerð mannvirkja. Við þróuðum fyrir nokkrum árum síðan það sem við köllum svona forbreytt efni sem við notum til þess að styrkja alla byggingar og alla framkvæmdi við þessa framkvæmd, sem verður til þess að þegar við lítum til þeirra sviðsmynda sem við gerðum framtíðina og þá áhættu sem hugsanlega gæti orðið komið þarna fram, að þessi mannvirki munu standast. Það eru ekki allir jafn ánægðir með þessa ráðagerð. Í hádegisfréttum útvarps var haft eftir Pavlev Kladno, borgarstjóra Mosfellsbæjar, að fyrirhuguð teinalagning fyrir hraðlest á milli borgarlandsins og Nesjavalla muni þrengja mjög að framtíðar byggingalandi Mosfellinga. Karl segist ekki efast að samningar náist teinalagninguna. Við höfum heyrt svona ýmsar raddir frá Mosfellsbæ að þetta muni skaða þeirra byggingaland og framkvæmda möguleika. Við teljum eftir að við erum búin að upplýsa íbúa Mosfellsbæjar og sveitarstjórnina, þá munu þetta verða einn af bestu kostum sem hefur komið fyrir Mosfellsbæ. Við erum auðvitað að leggja bifreiðum, við erum að fara inn í nýja tíma og akstur eins og við þekkjum það í dag og höfum gert það í síðustu árin, hann bara að leggjast af. Segir Karl Friðriksson. Hálendisvegurinn Kjöl lokaðist tíma í gærkvöldi eftir að stór flutningabíll valt skammt frá Hálendisgarðinu við Fremri Skúta austan Hvítárvatns. Tíma var óttast að umhverfisslys yrði á svæðinu, enda flutningabíllinn sem valt einn fárra vörubifreiða landsins sem enn með undanþágu til að nota olíu, en einungis vetnisbílar verða leyfðir á þessari leið frá og með næstu áramótum. Óhappið á Kíli í gær var til þess að fresta var 3 ferðum British Airways Akureyrarflugvöll í morgun. Daniela Cordova hefur verið ráðin framkvæmdastjóri Samevrópskrar meðferðarstofnunar fyrir fórnarlömb mansals sem sett verður á laggirnar í Kjarnaskógi við Akureyri í haust. Cordova var ein 73 sem sótt stöðuna af 21 þjóðerni, en hún hefur starfað sem tryggingayfirlæknir í Torino á Ítalíu síðustu 16 ár og sem kunnugt gift íslenska stórsöngvaranum Jónasi Voge. Miðstöð fyrir fórnarlömb mansals afrakstur vel heppnaðs þekkingarklasa á sviði endurhæfingar og heilsueflingar í Eyjafirði, að sögn Tryggva Tryggvasonar, forstjóra Deiglu, dótturfélags Nýsköpunarmiðstöð Íslands, sem leitt hefur verkefnið á Akureyri á síðustu mánuðum. Hann segir miðstöðina mikla viðurkenningu fyrir Íslendinga á sviði mannréttindamála og muni án efa efla ímynd þess og orðspor sem öruggs griðastaðar í heiminum. Áætlað að 70 starfsmenn verði í mansalsmiðstöðinni og allt að 100 skjólstæðingar hverju sinni, einkum frá löndum Asíu og Afríku.
Gjaldskrá hraðlestarinnar á milli Reykjavíkur og Keflavíkur hefur verið breytt í þá veru að frá og með morgundeginum 16. maí verður frítt í lestina fyrir alla framhaldsskóla og háskólanemendur á svæðinu. Almennt fargjald verður frá og með sama tíma hækkað 2 evrur hvora leið en fyrir óörgjafa greiðendur verður sem fyrr veittur 15% afsláttur af hverri ferð. Með þessu gildir sama verðskrá fyrir allar hraðlestirnar 3 sem nú eru reknar á stór höfuðborgarsvæðinu. Segjum þetta gott af fréttum að þessu sinni, verið þið sæl.